Við ætlum að spjalla við Valgerði Sverrisdóttur varaformann Framsóknarflokksins væringarnir í flokknum hér rétt á eftir, en byrjum á að heyra hvað nokkrir alþingismenn höfðu að segja það að Bjarni Harðarson hefði sagt af sér. Þetta náttúrulega slæmt mál og auðvitað sorglegt fyrir hann að gera svona hluti og bara ekki gott. Vont fyrir flokkinn? Já, auðvitað vont fyrir flokki líka. Það fyrir ekki til því. Mér hefur líka mjög vel við Bjarni Harðarson og störf hans hér einn á Alþingi. Þannig að ég saknaði hans úr hópnum og tel að hann hafi verið talsmaður sjónarmiða sem að hann gerði og vann af einlægni hér inn á þinginu. Þetta kom mér óvart, ég var nú upptekinn í alla morgun og heyrði þetta undir hádegið og mér brá og mér skilst að þetta sé einhverja bréfasendingar sem að hann hafi staðið að og staðið fyrir og séð eftir því. Ég veit ekki hvað mikil alvara var í þessu eða hvort ástæði sér til að segja af sér út af slíkum málum, en hann metur það svo og tekur axlar ábyrgð og það verður að virða það við hann. Þetta náttúrulega einstakt mál og hann segir auðvitað af sér út af svona ákveðnum innanflokksdeilum og ég ímynda mér að honum hafi rauninni ekki þótt sér bara vera vært lengur. En auðvitað það talsvert stærri mál kannski sem hér hafa gengið yfir og menn hafa sett sem fastast. Þannig að þér finnst með öðrum orðum að það hefði einhver aðrir átt að segja sér á undan Bjarna? Já, maður getur bara hort aftur í tímann og rifjað upp mál eins og Íraksstríðið þegar krafist var afsagnar, þegar við horfum á máli núna efnahagsástandi sem náttúrulega varðar okkur öll. Þannig að þetta kannski í því samhengi ekkert sérstaklega stórt mál. En hann sýnir ákveðið fordæmi og það auðvitað mjög athyglisvert fordæmi. Bjarni verður þarna á mjög alvarleg mistök og metur það svo sjálfur að hann vilji axla sína ábyrgð og taka afleiðingum þessara gjörðar og segir á sig þingmennsku sem nú reyndar dálítið óvenjulegt hér í okkar landi og ég man ekki eftir neinu svona fordæmi. En kom þarna ekki upp á torg bara það sem að gerast í Framsóknarflokknum? Ég veit ekkert hvort það að gerast í Framsóknarflokknum, það er átök í öllum flokkum. Ekkert stríðandi átök, Bjarni er vottjarfur maður og fljótur að skrifa og tekst stundum óvægilega á. Þannig hann mætti stundum að fullmikilli hörku fannst mér til leiksins og þarna náttúrulega gekk hann einhverja leið sem ég ekkert botna í og var honum í sjálfu sér ekki lík. Já, Valgerður Sverrisdóttir sest hérna hjá mér. Valgerður, hvernig var þið við þegar þú fréttir af þessu fyrst í gærkvöldi? Já, mér fannst þetta bara alveg ótrúlegt. Ég vil nú segja það. Ég frétti af þessu rétt fyrir klukkan 10 að þetta væri komið inn á netið og það fór ekkert á milli mála að þetta hefði gerst. Og fannst þið rétt hjá Bjarna að segja af sér? Já, mér fannst það nú. Gerðir þú kröfu það? Nei, ég gerði það ekki. Þannig að þetta er algjörlega hans frumkvæði? Já, þetta er það og þetta er náttúrulega mjög í samræmi við það sem hann hefur talað fyrir í sinni pólitík að fólk eigi að axla ábyrgð og hann gerir það. Auðvitað er þetta náttúrulega gróft brot á svona samskiptum fólks í stjórnmálaflokki. Hafa svona vinnubrögð aldrei verið við þetta í Framsóknarflokknum af öðrum? Náttúrulega maður veit það ekki. Það er ekki að fullyrða það vegna þess að maður hefði þó ekki komið staði en þarna bara lág þetta ljóst fyrir. Hún talaði að það hafi verið gengið gegn herferð gegn Guðna Ágústssyni formanni og Bjarna jafnvel sjálfum. Þú kannast ekki við að neinir á þínum augum hafi beitt svona vinnubrögð? Nei. Herferð gegn Guðna og Bjarna? Já. Ég kannast nú ekki við það. Satt að segja. En formaðurinn, Guðni Ágústsson, það er sagt í þessu bréfi í gær að þú hafir vegið að honum. Hvað finnst þér það og er eitthvað til í því? Nei, það er nú eiginlega það sem ég hef fyrst og fremst út á þetta bréf að setja, þó ég náttúrulega geti haft margar athugasemdir við það sem kemur fram mína aðkomu að stjórnmálum hér á landi því ég var ráðherra en þeir klikja semst út með þessu að ég hefi vegið að formanni flokksins og ég átta mig ekki á hvað er átt við með því. Styður þú Guðna Ágústsson, formann flokksins? Ég styð alltaf formann flokksins sem situr hverju sinni. Ég gert það frá því ég byrjaði að taka þátt í pólitík
Langar ekki að taka við honum? Ég er ekkit á þeim buxunum í dag, endilega. Ég meina, ég hef ekkit útilokað það, en það er ekki þannig að ég sé komin í kosningabaráttu en eitt svoleiðis. En er ekki hægt að lesa þannig í þetta að það séu þarna 2 fylkingar í Framsóknarflokknum og þarna kemur þetta bara upp á yfirborð í gær? Já, sko, það er ekki þetta að afsaka þó svo að væri 2 fylkingar sem ég vil nú ekki halda fram að sé, en vissulega er ágreiningur í einstaka málu. Að þó svo væru 2 fylkingar að þá er ekki hægt að afsaka það að koma fram með þessum hætti eins og Bjarni gerir þarna með því að koma þessu bréfi á framfæri við alla fjölmiðla án þess að það sé gefið upp hvaðan bréfið komi. En innihald bréfsins, þið Framsóknarmenn hafið gagnrýnt ríkisstjórnina mikið núna, en berð þú ekki töluverða ábyrgð sem fyrirverandi viðskiptaráðherra einmitt eins og komið þér inn á í þessu bréfi? Ég hef ekki neitað því að ég beri einhverja ábyrgð. Ég var viðskiptaráðherra í eitthvað 5 og 6,5 ár líklega. Og einmitt þegar að bankarnir eru seldir og þegar það er verið að lögfesta þessa reglu, öll þessi ákvæði frá Evrópusambandinu. Sér það eftir einhverju sem þú gerði þar? Nei, sko, nú sko aðeins fá að útskýra þetta að við erum náttúrulega með evrópska löggjöf hér. Við erum á evrópska efnahagssvæðinu, fjármagn flæðir frjálst og lögin þurfa að vera sambærileg því sem er í hinum Evrópulöndunum. Og það er þannig. Þannig þetta var allt innleitt. Og þess vegna að þá er sko ekki hægt að halda því fram að við höfum eitthvað trassað að koma þessum tilskipunum hér til framkvæmda. En má ekki ósköp einfaldlega segja að fólk þekkir stefnu Sjálfstæðisflokksins. Þið voru við stjórnvöld með þegar að þetta gengur allt í gegn. Að þið, og sérstaklega þið sem voru ráðherrar á þessum tíma og þá ekki síst þú sem viðskiptaráðherra beri meiri ábyrgð heldur en til dæmis Samfylkingin sem er búin að vera í ríkisstjórn núna í rúmt ár. Já, en hvað meinar með gengur allt í gegn? Einkavæðing bankana. Já, en sko það var ákveðið að selja bankana og það er áfram talað um það og það er ákvörðun þessarar ríkisstjórnar sem núna situr að selja bankana aftur. Þannig að það er ekki spurning um það hvort átt að einkavæða ekki einkavæða. Það var breyting á Framsóknarflokknum á þessum tíma að Framsóknarflokkurinn varð hallar undir svona markaðsvæðingarstefnu með Sjálfstæðisflokknum og þá eru þið í ríkisstjórn. Þegar við komum inn í ríkisstjórn þá liggur það fyrir að við erum aðilar að hinu evrópska efnahagssvæði sem þýðir þetta frjálsa flæði fjármagns. Og það var pólitísk ákvörðun sem að lánu fyrir áður ég kom inn í ríkisstjórn að selja ríkisbankana og það gerðist síðan þarna, eitthvað 2 árum eftir ég kem inn í ríkisstjórnina að 2 bankar eru seldir, Búnaðarbankinn og Landsbankinn. Og þetta er allt saman gert þannig að það er erlend ráðgjafafyrirtæki, HSBC, sem að er okkur til ráðgjafar í öllu þessu ferli. Og maður skildi nú ætla að það fyrirtæki hafi ástundað fagleg vinnubrögð, ég trúi ekki öðru. Þannig að við fórum alveg eftir þeirra ráðgjöf. Líður þér ekki illa að vera að gagnrýna einhvern núna því að þú varst viðskiptaráðherra á þessum tíma og hlýtur að bera töluvert mikla ábyrgð? Er ekki erfitt fyrir þig að gagnrýna sitjandi stjórnvöld? Ég meina, ég held að ég hef ekkert farið fram úr sjálfur mér neitt í því. Það er hægt að segja að eftir að við förum úr ríkisstjórn og nú ætla ég að taka það fram að ég er ekki að segja að við berum ekki ábyrgð á neinu. Ég ætla samt bara að hafa það alveg á hreinu að við erum ekki lengur í ríkisstjórn þegar að þessi lausafjárkreppa hefst og þegar að vandræðin byrja. Og við förum einstaklega illa út úr lausafjárkreppuna einmitt út af ákvörðunum sem voru teknar í ykkar tíð. Nei, það er ekki hægt að halda því fram. Ég meina, bankarnir voru seldir, síðan stækka þeir og stækka og eftir að stækka þeir eru í ríkisstjórn? Já, þau stækkuðu líka þá, það er alveg rétt. En eftir að þessi kreppa kemst á, að þá náttúrulega fara að klingja ýmsar bjöllur og það er náttúrulega búið að koma fram núna í þinginu að ráðherrar í ríkisstjórn vissu af þessum erfiðleikum eins og til dæmis í sambandi við Icesave og því að það þyrfti að breyta útibúi í Bretlandi í dótturfyrirtæki til þess að ábyrgðin er ekki öll okkar og það var verið að vinna að því. En klingdi ekki líka fjármagnabjöllur fyrir kreppuna einmitt þegar þið voruð við stjórnvölinn? Já, ég get nú ekki kannski alveg tekið undir það hafi verið. Vissulega voru bankarnir að stækka þá líka. Það stækkuðu allt og mikið. En þeir stækkuðu náttúrulega meira eftir það að ný ríkisstjórn tekur við og þeir halda alltaf áfram að stækka og það er þarna ákaflega metnaðarfullt fólk sem að... En þeir stækkuðu ekki bara síðasta árið? Mér finnst nú að vera þetta aldrei sko í sömu spurningunum. Já, ég er að spyrja þeir sem fyrirverandi viðskiptaráðherra hvort að bankarnir hafi ekki stækkað alltaf mikið í þinni tíð sem viðskiptaráðherra.
Já, það alltaf matsatriði hvað allt og mikið. Þeir stækkuðu, það ekki nokkuð spurning. Og eldust mjög á þeim tíma, en það nú þetta langt síðan sem sagt að ég fyrir úr ráðuneytinu, en Framsóknarflokkurinn hefur ráðuneytið í 1 ár í viðbót og þá var Jón Sigurðsson viðskiptaráðherra. Bjarni segir af sér út af þessu. Finnst þér ekki að fleiri ætti að segja af sér út frá mistökum sem hafa verið gerð? Sko, það verður að gera greinamun á því hvort að einhver ber pólitíska ábyrgð á gjörðum sem að hafa leitt til vandræða eða hvort að einstaklingur ákveður að misnota upplýsingar sem hann hefur og varðar félaga í flokki til þess að koma höggi á hann. Þú er aldrei hugsað að segja af þér? Það er það sem að... Út af... Hvernig átti ég að segja af mér? Á ég að segja af mér núna sem þingmaður? Ég er ekki ráðherra lengur. Sem fyrirverandi viðskiptaráðherra? Það er nú einhver annar sem á að segja af sér fyrr. Ég er nú eiginlega alveg samferð um það, sko. Takk fyrir að koma, Olga. Takk.